sweet glory in your embrace. As your presence now fills this place. Oh, the glory of your presence will temple, give you reverence. So arise from your rest and be blessed by our praise, our sweet glory in your embrace. As your presence now fills this place. So arise from your rest and be blessed by your praise, as sweet glory in your embrace. As your presence now fills this place. So arise from your rest and be blessed by our praise, as sweet glory in your embrace. As your presence now fills your place. Hallelujah. As your presence, Lord, now fills this Amen. Segjum bara takk Jesús. Þökkum fyrir það drottina. Sama hvað gengur á í heiminum að þá ert þú nálægur öllum þeim sem tilbýða þig í anda og sannleika. Og við komum saman drottin til þess að upphefja þig á þessum degi og þökkum fyrir það. Nærvera þín er hér með okkur og þú hefur blessað okkur, blessað landið okkar, blessað þjóðin okkar og við byggjum drottin
í nafni Jesú, blessaðu þjóðirna, Faðir Guð. Það er bæn mín, Faðir Guð, að vernd þín komi yfir núna, drottin í Íran. Faðir, viltu varveita fólkið þitt, drottin. Viltu varveita fólkið þitt, drottin. Í Úkraínu viltu varveita fólkið þitt, drottin minn og Guð minn, í Sýrlandi, drottin í Pakistan, Indlandi, Nígeríu, og drottin í Íran, drottin Kúrdana, drottin viltu varveita fólkið þitt alls staðar þar sem sverðið og stríðið geisar. Það er bæn okkar, Faðir Guð, sem að við komum, drottin, í dag og brjótum brauðið, að drottin, að líkamið þinn allan heim megi vera varveittur, líkamið þinn, að þú minnist líkama þíns, mikli, heilagi, góði, drottin minn og Guð minn. Í Jesú blessaða góða nafni. Amen. Amen. Skrítið að vera komin heim úr 30 stiga hita og það er eins og við höfum komið með snjóin með okkur. Ég var búinn að kíkja, ég er með svona dyrabjöllu með myndavél og ég var búinn að kíkja út gluggan af og til og sjá að það var alltaf logn og blíða og sól á Íslandi. Svo komum við heim og hvað gerist? Það byrjar að snjóa daginn eftir. Þannig að ég veit ekki hvort það er okkur að kenna eða hvað það er, en veturinn er náttúrulega ennþá til staðar, en við skulum vona að hann sé að verða búinn. Og eins og ég sagði, þá er Snorri á Höfn í Hornafirði og við bara byggjum Guð að blessa hann og varveita hann og erum þakklátt fyrir það að hann getur uppörvað hópinn þar. En við erum búin að vera núna 3 vikur í burtu, vorum í Kenya, Nakuru, sem er borg sem er svona 200 kilometra norður af Nairobi. Og þar er biblíuskóli, ég veit ekki hvort þið vitið það öll, en það er búið að vera biblíuskóli þar síðan árið 2005. Ég fór fyrst þangað og Sölvi með mér árið 2007 og þessi biblíuskóli er þannig uppbyggður að það eru kenndi 2 mánuðir og þú getur farið í skólan 3 sinnum 2 mánuði. Þannig það er 1., 2. og 3. stig. Og á þessum tíma fara nemendur í gegnum hliðstætt efni og þeir myndu fara kannski í gegnum á 2 árum í öðrum biblíuskólum. En ástæðan fyrir því að þessi skóli er svona er sá að hann er fyrir forstöðumenn og presta og leiðtoga og yfirleitt komast þeir ekki í burtu heilan vetur og þetta hefur verið sett upp þannig að gjaldið fyrir skólan er bara $150 fyrir 2 mánuði fæði og uppihald og ef þú átt ekki fyrir því að þá reynum við að fá sponsora eða þá sem greiða skólagjaldið fyrir nemendurnar. Og skólinn er þannig að það eru 4 kennslustundir á hverjum morgni frá 8:20 til 13:20 með smá hléum á milli og það eru kenndar 70 mínútur í einu, 70 mínútur. Þar þurfa nemendur að sitja og hlusta, stundum vinna þeir verkefni, en í eftirmiddaginn klukkan 2:30 til 5 þá er yfirleitt lofgjörðarstund og það er engin loggmolla eins og á Íslandi. Þar lofar Guð fólkið með anda, sál og sennilega 80% líkama. Og það er hlaupið með fána og það er hoppað og það er mikil gleði. Og já, ég hefði látt að sýna ykkur myndband
en kannski næsta sunnudag, það glemdist að setja það inn. Þá getið þið séð hvernig þeir í Kenía lofa Guð. Og þannig að ég var að kenna þarna þjónustugjafirnar frá Efesusbréfinu 4:11 og líka leiðtogafræðsla. Og það svolítið, við komum inn í aðra menningu þarna og ég man að okkur var sagt að við ættum ekki að fara til Afríku og breyta þeirra menningu og það mikið rétt, við breytum ekkert menningunni en á einhvern, ég var að hugsa að menningin þeirra, hún ekkert síðri en okkar menning og að mörgu leyti stundum betri. En ég var að segja við þá í skólanum að við erum ekki að tala Kenía menningu, við erum ekki að tala íslenska menningu, við erum að tala menningu Guðs ríkisins. Og bæði Íslendingar og Afríkubúar, þegar komin í Guðs ríkið, þá verðum við öll að aðlaga okkur að þeirri menningu sem þar Amen. Þannig að það var, þetta var bara mjög góður tími fyrir okkur og gott að vera komin heim í snjóinn og í bara samfélagi hér. En við ætlum að ganga að borði Drottins og ég ætla ekki að hafa langa ræðu eða neitt svoleiðis, það bara smá hugleiðingum sem sagt sáttmálamáltíðina sem við ætlum að ganga að. Það stundum fólk gengur til altaris í kirkju, það veit enginn hvað það að gera. Já, þetta bara altarisganga, það tekur brauð og það tekur, það veit að þetta á að vera brauðið tákmynd upp á líkama Krists og vínið tákmynd upp á blóð Krists og svo fer fólk fram og þetta sáttmálamáltíð, en fyrir marga þá þetta bara eitthvað ritual sem gott að ljúka af og svo getið farið heim í kaffi. En frá Guðs sjónarhorni þá það ekki það. Og Guð, þetta snýst það að Guð, hann kom. Jesús, hann kom, hans eigin menn, þeir tók ekki við honum. Áður hafði Guð komið og talaði við sinn mann sem hét Abraham og hann sagði við Abraham, ég ætla að gera sáttmála við þig, Abraham. Og Abraham sagði bara já, amen. Og Guð gerði sáttmála við Abraham og við lesum það í 1. Mósebók 17. kafla og 15. kafla að Guð hlutaði sundur dýr og þegar þeir gerðu sáttmála þá voru dýrin hlutuð í sundur, það var annar helmingurinn fyrir þennan aðila og hinn helmingurinn fyrir þennan aðila. En sáttmáli sem var gerður þýddi það að ef þú gerðir sáttmála að allt mitt þitt og allt þitt mitt. Og vanalega var það að sterkari í Austurlöndum að það var sterkur stríðsmaður sem gerði sáttmála kannski við bónda og stríðsmaðurinn hann passaði upp á sauði bóndans að það kæmi engin ræningjar og rændu engin, en bóndinn aftur á móti gat gefið stríðsmanninum og hernum mjólk eða kjöt. Þannig að það var hagur beggja að gera sáttmála. En það þýddi það að ef var ráðist á bóndana þá var ráðist á hermannin. Og í okkar sáttmála, ef það ráðist á þig, þá ráðist á föður þinn líka. Hann tekur það þannig. Og að við erum í blóð sáttmála við Jesúm Krist. Og mér langar að lesa frá Lúkasar Guðspjalli, 22. kafla, og þar Jesús Kristur, hann að koma að síðustu kvöldmáltíðinni, og það segir frá 14. versi, stundin var komin, gekk hann til borðs, postularnir með honum, hann sagði við þá, Lúkas 22:14,
Hann sagði við þá hjartanlega hef ég þráð að neyta þessarar páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Og því ég segi, eigi mun ég framar neyta hennar fyrir en hún fullkomnast í Guðs ríki. Þá tók hann kaleik, gjörði þakkir, sagði, taki þetta og skipti með yður. Því ég segi yður héðan í frá, mun ég eigi drekka ávexti vínviðarins fyrir en Guðs ríki kemur. Hann tók brauð, gjörði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði, þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn, gjörið þetta í mína minningu. Eins tók hann kaleikin eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi kaleikur hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður úthellt. Hann talar páskamáltíð, en svo talar hann nýja sáttmála. Þannig þeir byrja á að halda hátíðlega páskahátíðina sem var hátíð Gamla testamentisins. En mér langar að bara sýna ykkur að í fyrstu Mósebók að löngu áður en að Ísrael verður til að þá gerir svolítið hjá Abraham. Abraham hann hafði farið í stríð til að sækja Lot frænda sinn. Lot var alltaf í einhverjum vandræðum og Abraham var sá sem bjargaði og bað fyrir. Og það þá þegar Abraham, við lesum í fyrstu Mósebók 14, 18, við skulum lesa bara 17. versið, hann hafði unnið sigur á Kedor Laomer konungi og þeim konungum sem með honum voru hélt heimleiðis, fór konungurinn í Sódómu til fundar við hann í Safedal. Og Melkísedek konungur í Salem kom með brauð og vín, en hann var prestur hins hæsta Guðs, og hann blessaði Abraham og sagði, blessaðu sé Abraham af hinum hæsta, Guði, skapara himins og jarðar, lofaðu sé hinn hæsti Guð, sem gaf óvini þína í þér í hendur. Þannig að hér sjáum við einhvern mann sem heitir Melkísedek og hann bæði konungur og prestur. Ef við förum aðeins áfram í Gamla testamentinu og inn í Ísraels þjóðina, þá máttu prestar aldrei vera konungar og konungar máttu ekki vera prestar. En hér einhver sem bæði konungur og prestur og hann sá fyrsti og síðasti sem það. Og hann konungur í Salem sem í rauninni Jerúsalem, hann var þar og hann kemur með brauð og vín. Og þetta í fyrsta skipti, þetta fyrsta brauðsbrotningin í Biblíunni sem við lesum Síðan lesum við að Jesús hann endaði sitt líf með brauðsbrotningu. En þessi Melkísedek, það svolítið merkilegt með hann konungur og hann blessar Abraham og hann blessar líka Guð hinn hæsta. Og hann lofar Guð og sem segir að Guð, hann gaf óvini þér í hendur, sáttmálinn. Það var Guð sem þegar var ráðist á Abraham að þá var Guði að mæta. Og hann gaf óvini þér í hendur, blessaðu sé Abraham af hinum hæsta og lofaðu sé hinn hæsti. Blessaðu sé Abraham, þannig að þessi Melkísedek, það virðist vera að hann sé þarna meðalgöngu maður milli Guðs og Abrahams. Hann blessar bæði Abraham og blessar Guð. Og það lesning þennan Melkísedek. Mér svolítið skrítið að Biblíu skýrendur margir að segja að þeir veit ekki hver þetta en ef við lesum í Hebreabréfinu 7. kafla þá held ég að sé mjög augljóst hver þetta og það getur ekki verið annan að ræða, ekki að mínu mati. Hebreabréfi 7. kafli. Melkísedek þessi var konungur í Salem og prestur Guðsins hæsta. Hann gekk á móti Abraham, blessaði hann þegar hann sneri heimleiðis eftir að hafa unnið sigur á konungunum. Og honum lét Abraham í 10% af öllu.
Fyrst þýðir nafn hans réttlætis konungur, en hann heitir enn fremur Salem konungur. Hann bæði réttlætis konungur og friðarkonungur. Það friðarkonungur. Svo segir, hann föðurlaus, hann móðurlaus. Hann hefur hvorki upphaf daga né endi lífs. Svo segir, hann líkur syni Guðs. Hann heldur áfram að vera prestur aldur. Þannig að þessi Melkísedek líkur syni Guðs. Við lesum á öðrum stað að Kristur var kletturinn sem var með þeim í eyðimörkinni, og hér virðist að ef hann líkur syni Guðs, ef hann hvorki föðurlaus, ef hann föðurlaus og móðurlaus, hefur ekki upphaf, þá hlýtur hann að vera Guð. Það bara einn sem hefur ekkert upphaf, það Guð. Þannig að þetta Kristur. Þannig að það Kristur, hann kemur þarna til Abrahams og brýtur brauðið, og þeir hafa brauðsbrotningu saman, löngu áður en páskarnir verða til. Síðan lesum við í annarri Mósebók, þegar Ísraels menn hrópuðu til drottins og Guð kom og hann minntist sáttmála síns við Abraham, Ísak og Jakob og sagði, ég komin niður til að frelsa þá, þetta í annarri Mósebók, að þá það að hann segir þeim að setja blóð á dyrastafi húsa sinna. Þeir áttu að slátra lambi og taka blóðið úr lambinu og setja það á dyrastafi húsa sinna, og þegar Egyptaland yrði dæmt, þá myndi dómarinn eða engill dauðans ganga fram hjá öllum þeim húsum þar sem blóðið var á dyrastöfunum. Þannig verða páskarnir til, og síðan lesum við að Ísraelsmenn, og það sem Jesús var að gera hérna sem við lásum í upphafi, hann var að halda upp á páskaháttíðina. Páskaháttíðin snerist að minnast þess að Ísraelsmenn voru leystir úr þrældómi. Þeir áttu að minnast þess, þetta var vers 14, 12. kafli, önnur Mósebók, 12. kafli, vers 14. Þessi dagur skal vera yður endurminningadagur, og þér skulu halda hann sem hátíð drottins, kynslóð eftir kynslóð, skulu þér halda hann hátíðlegan, halda hann eftir ævarandi lögmáli. Og Jesús var að halda upp á þessa hátíð með lærisveinum sínum. Gyðingar halda ennþá upp á þessa hátíð. Við sem kristnir menn, við höldum upp á hátíð nýja sáttmálans, og fyrir okkur það ekki lamb sem slátrað, Jesús Kristur okkar páskafórn. Hann okkar páskalamb. Og það var þetta sem Jesús sagði, að þetta hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Og við skulum lesa eitt vers hérna enn í Hebreabréfinu, af því að þeir áttu að setja blóð á dyrastafi húsa sinna. Og mér langar að sýna ykkur hérna í Hebreabréfinu 3. kafla 7. vers segir, en Kristur, Hebreabréfið 3. kafli 7. vers, en Kristur eins og sonur yfir húsi hans, og hans hús við. Hans hús við. Þeir áttu hús í eyðimörkinni, það var sett blóð á dyrastafina. Í hinum nýja sáttmála, þá líka sett blóð á dyrastafi okkar hús, þegar við höfum tekið við Kristi og tekið á móti þeirri sáttmála fórn. Að þá getum við alltaf verið óhult inn í okkar húsi sem musteri heilags anda. Og sá sem trúir, hann kemur ekki til dóms, segir Biblían. Hann kemur ekki til dóms. Þannig að hér myndin að eins og þeir settu blóð á dyrastafi húsana, eins hefur Jesús Kristur þvegið okkur í sínu blóði, og okkar hús blóði stökkt, þakið blóði okkar frelsara. Þannig að við ekki að minnast þess að við vorum leyst út úr Egyptalandi, við að minnast þess að við leyst frá syndum okkar í dag.
við erum að minnast þess að við erum leyst frá syndum okkar í dag. Og við getum líka komið og fengið laust frá syndum okkar í dag. Þannig að við endum með þetta í fyrra Korinthubrefi, 11. kafla, held að sé fyrra frekar en síðara. Sjá, fyrra Korinthubréf, þá segir, þetta hef ég meðtekið frá drottni þar sem ég hef kennt yður. Nóttina sem drottin Jesús var svikinn tók hann brauð. Hér segir Páll, ég hef meðtekið þetta frá drottni. Páll var ekki einn af lærisveinunum, Páll var eftir, hann frelsaðist eftir að Jesús var upphafinn til himins og Jesús birtist honum. En hér segir hann, þetta hef ég meðtekið frá drottni. Þannig að Guð sýndi Páli nákvæmlega hvað gerðist við síðustu kvöldmáltíðina. Það voru ekki lærisveinarnir sem sáðu honum einhverja sögu. Guð sýndi honum. Nóttina sem drottin Jesús var svikinn tók hann brauð, gjörði þakkir, brauð það, sagði, þetta er minn líkami sem er fyrir yður, gjörði þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann bikarinn eftir kvöldmáltíðina, sagði, þessi bikar er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði, gjörði þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Svo oft sem þér etið þetta brauð eða drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins, þangað til hann kemur, hver sem etur brauðið eða drekkur bikar drottins óverðulega verður þess vegna sekur við líkama og blóð drottins. Hver maður prófi sjálfan sig, eti síðan af brauðinu og drekki af bikarnum. Þannig að við gerum þetta í minningu Jesú. Og það var eitt atriði hérna sem er langað aðeins að nefna í Lúkasar Guðspjalli 22. Lúkas 22, þá segir hann, eigi mun ég fram að neita hennar fyrir hún fullkomnast í Guðs ríki. Hvað á hann við? Jú, hann á við brúðkaup lambsins. Hann mætti Abraham, hann kvaddi lærisveinana, þeir spurðu hvenær kemur ríkið þegar hann fór og hann segir þeim hérna að þessi máltíð verði það fyrsta sem við komum saman þegar við komum saman í hans ríki þegar að brúðkaup lambsins verður sem við lesum í Opinberunarbókinni 19. kafla og 9. vers. 19. kafli í 9. vers. Opinberunarbókin 19. kafli 9. vers. Opinberun Jóhannesar 19. kafli 9. vers. Þar segir, hann segir við mig, rita þú sælir eru þeir sem boðnir í brúðkaupsveislu lambsins. Brúðkaupsveislu lambsins. Og þar mun þessi máltíð fullkomnast. Þar munum við mætast öll á ný. Og Páll hann talar um það að við Tímóteus að hann eigi að predika fagnaðarerindið. Hann segir með ríki hans í huga. Sjáðu til fagnaðarerindið, það er meira heldur en bara að taka á móti Jesú og frelsast. Það snýst það að við fáum að koma inn í hans ríki og við fáum að vera með honum alla eilífð. Þannig að í raun og veru þó að verkið sé fullkomnað að þá er ríkið ekki komið nema að hluta til. Jesús sagði, biðið komið þitt ríki, verði þinn vilji. Ríkið kemur og hjálpræði kemur til jarðar þegar að brúðkaupsveisla lambsins verður haldin. Og þá munum við enn einu sinni ganga að þessari máltíð sem við erum að neita í dag. Það er endurkoman, það er ríki hans og það er brúðkaup lambsins. Amen. Þannig að ríkið er eitthvað sem
vert ekki hrædd litla hjörð, föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Það er ríkið þar sem réttlæti býr. Og nú er stríð allan heim. Ég er að hugsa að svo lesum við friður fylgir skrefum hans. Guð talar frið til dýrkenda sinna. Og það verður ekki friður á jörðu fyrir að brúðkaup Lambsins kemur og hans ríki kemur. Þá verður varanlegur friður að endingu. Og okkur var sagt að hafa hugan á því sem er hið efra, en ekki því sem er á jörðu. Og þegar við lesum frumkirkjuna, þeir gátu bara ekki beðið eftir að Jesús kæmi. Þeir seldu allt og þeir voru tilbúnir að gefa líf sitt af því að þeir vissu að Jesús var að koma. Spurningin fyrir okkur þegar við göngum að borði Drottins, er þetta jafn lifandi fyrir okkur að án hans í raun og veru er engin friður, án hans er ekkert. Jú, við höfum þennan heim, en hér er ófriður, hér er ógnir, en Jesús segir, minn frið gef ég yður. Og eina skjólið, hann sagði við Abraham, ég er skjöldur þinn. Eina skjólið sem við höfum er í honum. Það er hið eina skjól. Og þegar við göngum að þessu borði, þá getum við sagt, takk Jesús fyrir að þú fullkomnaði verkið, þú leystir mig frá syndum mínum. Þú gafst mér nýtt líf, þú gafst mér hlutdeild í Guðs ríkinu og þakka þér Jesús fyrir að ég má taka af brauðinu sem ert þú sjálfur og ég má taka bikarinn og drekka af blóðinu sem er lífið þitt. Og þess vegna erum við þín börn af því að við erum blóðtengd þér. Drottinn Jesús, við bara þökkum þér og við lofum þig fyrir það að þú ert hér í dag sem við Drottinn minn og Guð minn meðtökum líkama þinn, meðtökum sáttarfórn þína eins og við sungum Drottinn, og ég bið þig Faðir Guð, bara meðtaktu Drottinn minn og Guð minn, bæn okkar, meðtaktu lofgjörðarfórn okkar og þakka þér fyrir það, Drottinn, að þetta er dagurinn sem við erum leyst undan hverskyns sjúkdómum, þetta er dagurinn sem við erum leyst undan hverskyns kvíða, ótta, hvað sem það er, við erum örugg hjá þér. Amen. Amen. Og við skulum bara ganga að borði Drottins. Ég þarf að fá hvern Sigur minn, vilt þú hjálpa mér? Amen. Já, við erum búin að biðja yfir þessu og við bara tökum í trú í Jesú nafni. Blóð Jesú Krists.